Jag heter som sagt Andreas och jag vinner i Team Havs og Vass i Umhverfis- og orkustofnunin. Jeg har tala aðeins efnafræðilegt ástand yfirborðsvatns og hvernig hægt að meta áhrif á það. Jag provade att säga allt som jag ville säga om detta hemma och då får jag över klukketimmen. Så detta var fräckar yfirborðskent. Vonandi getur þið spurt allt seinna. Bara små yfirlit. Det som jag langar att tala om bara vad efnafræðilegt ástand hvað það þýðir, hvaða efni sem skipta máli. Man kan tala om foregångsefni och önnurmengande efni lika. Så langar man tala om umhverfisgæða kröfur som råkar mörk som vi notar. Och sist langar man tala om áhrif á efnafræðilegt ástand. Jag fick bara nota ena glädje. Det var det þessi och jag fick bara säga ett. Det var det att vi ber om styrkefnis i vattnet eller livrike saman. Vi fyrer fram skilgren mörk. Efni mælist yfir mörkum. Då telt efnafræðilegt ástand ekki gott. Efni mælist ekki yfir mörkum. Då efnafræðilegt ástand gott. Så, tack för mig. Nej, det högt att flyga detta mycket mera. Vi ska låta detta vara i bilen. Så vi ber om som sagt styrk samman vid mörkdeira. Nederstadan allt av annakvart gott avstånd eller ekki gott avstånd. Så vi är mycket med mittleväg. Det getur bara vara gott eller ekki gott. Jag vill lika lägga áherslu á að það nægir að ett efni fara yfir mörk. Vi är med 45 foregångsefni. Och þó að öll önnur séu í lagi, då är det som sagt nog att ett äpne far över. Detta är så regler som kommer ofta fram i stjórnarmála. Ett út, allir út. Vad foregångsefni? Man hör det ganska ofta. Det är inte bara ett mängande äpne som foregångsefni. Det är ákveðin mengunarefni som skilgreint vegna þess að þau geta haft veruleg áhrif á vatnavistkerfi og heilsu manna. Det är hægt að finna þessi efni í reglugerðum vatnagengismengdum vatns. Det är efni som hafa yfirleitt ákveðna eiginleika. Det är oft mjög eitruð, geta brotnað hægt neður í umhverfinu eða safnast upp í lífverum. Det þýðir að jafnvel lítið losun getur haft áhrif yfir lengri tíma. Så vill jag lika nefna ett som gott att ha i huga att öll mengande efni ekki foregångsefni. Det till mörk önnurefni som getur haft áhrif á vatn eða vatnavistkerfi. En det ekki skilgrein som foregångsefni. Vi notar bara foregångsefni till att mäta efnafræðilegt ástand. Önnurefni getur til dæmis haft áhrif á vistfræðilegt ástand í staðinn. Næringarefni getur verið mikilvæg í áhrifamati, en þau ráða ekki efnafræðilegu ástandi, bara vistfræðilegu ástandi. Så det sum efni som skilgrein som hættuleg foregångsefni. Det efni som det skiptir kanskje ekki alveg máli í áhrifamati, en reglerna är þannig att vi måste stödva låsen hættulegra foregångsefna. Och hin foregångsefni við takmarka. Umhverfisgæða kröfur, hvað þær? Det þau mörk som vi notum til að meta hvort efnafræðilegt ástand sé gott eða ekki. Det lögbundin viðmið som byggja af mati á eituráhrifum, langtímaáhrifum og uppsöfnum í lífverum. Det eiginlega tvær megingerðir sem maður getur tala um. Det ársmeðaltal og hámarksstyrkur. Ársmeðaltalið snýr að langtímaáhrifum og hámarksstyrkur skammtímaáhrifum, til dæmis toppum. Þarna eitt einfalt dæmi sem ég teiknaði. Styrk getur som sagt farið tímabundið yfir ársmeðaltal.
án þess að fara yfir hámarksstyrk. Þá getur ástand endtalist vera í lagi. En það skiptir til dæmis máli þá hvernig losun út í vatni var í skipulag. Hún stöðug og lág? Eða eru toppar? Ef hún lág, getur efnið samt safnast upp, til dæmis í lífverum. Þetta gott að hugsa Så i framkvæmt ber vi styrken sammen, som sagt, ved mørken og få om nidelstødet godt avstand eller ikke godt avstand. Dette lite dæme som jeg bjod til, bare hvert maður getur unnið áramat á efnafræðilegt avstand. Det lika samkvæmt okkar leidbeiningum, men jeg hade kanskje átt að setja þessi skref inn, það auðveldara að sjá þann. Fatta det först núna. Man hade inte först att spyrja frekar enfaldsspurning. Det forgangsämne noted medhöndluð eller getur det tillkommit i starfseminni? Getur verið beint, til dæmis ef efni eru notað í framleiðslu? Getur líka verið óbeint, til dæmis som aukaefni eða niðurbrotsefni eða í ráefnum? Vi skoðum detta ekki vel i början, då vantar egentlig grunnen for alt hitt. Mye godt å veta, og vi vill helst veta nákvæmlega hva forgangsefni som far ut i vatten. Næst, då spør vi getur orðið losun á þessum efnum. Då det vi tala hvaðan efnið kemur. Det getur verið til dæmis frárensli, eða leki, eða yfirborðsrensli. Detta ekki alveg það sama dreifing. Her vi bara skilgrina til uppspretta. Hvað getur farið út í vatnið. Sedan getur vi skoða dreifingu. Það hvernig efnið færist frá uppsprettinu út í umhverfi. Beindreifing getur verið bara beint út í á eða sjó. En vi viljum líka skoða óbeina dreifingu, som getur verið gegnum jarðveg eða grunnvatn, eða með seti. Det som sagt efni som sapnast upp. Som jeg geta ofte vært til stader, sedan kanskje for 30-40 år i hvert I Vibåt vil jeg bare nevne at dreiving tror ikke alltid å komme fra avhåttelig låsen, som sagt. Efni getur vært til stader, til dæmis i seti, og dreivist ofte vid rask. Därefter vill vi skåra styrk, avhåttla ganske i vattnet. Oft høver vi ikke meilingar, þannig vi þurfum að meta, til dæmis með líkani. Då þurfum vi að veta hvað som nú þegar til staðar i vattnet líka. Vi þurfum að veta bakgrunnsstyrk eða núverandi ástand. Nylåsen bætis við þann styrk som nú þegar i vattninu. Så þegar ny starfsemi bætis við. Då þarf hún egentlig að syna fram á að aukið aðlag valdi ekki því að styrke fara yfir mörk. Það að ástand nigni. Það þýðir að jafnvel lítil viðbót getur skipt máli ef styrkir nú þegar náleikt mörkum. Därefter getur við skoða hvort styrke getur fara yfir umhverfis gæðakröfur. Det bara getur styrken fara över mörk eller ekki. Ef vi getum svarað ef vi getum ekki svarað med nei, då vi egentlig ekki búnir. Þurfum við að skoða hans betur. Och därefter, þegar við búin að bera saman styrk við umhverfisgæðakröfur, då metum við hvað þýðir fyrir ástand eða umhverfismark með vatnslötum. Vi þurfum líka að svara því hvort að þetta getur vald í nignun. Það markmið náist ekki, til dæmis. Og her skiptir áreiðanleiki miklu máli. Vi þurfum að vera nægilega vissum ári valdi ekki nignun. Og matið þarf eiginlega að vera í hlutfalli við áhættu eða óvissu. Því meira som óvissan því harðari kröfur viljum við helst gera. Ef áreiðanleikin ekki nægir, þá þurfum við yfirleitt betri gögn, ítalegare mat. Därefter niðurstöður. Vi getum svara annað hvort já eða nei. Getur
framkvæmdina starfsemi leitt til þess að umhverfismarkmið náist ekki eða ástand nýgnu. Það getur verið já, nei, en það getur líka verið kannski. Já, nei frekar einföld, en kannski skiptir eiginlega mestu máli. Það þýðir eiginlega að við vitum ekki nú. Og í því tilviki þá þurfum við annarkvort frekari gögn, sem sagt, eða gera ráð fyrir að áhrif geti orðið. Så i grovum dráttum detta kertin som vi vill nota. Man getur gert detta kanske öðruvísi, det bara dæmi. Sumt som gott att veta. Vi har lika nog þegar verið tala detta. Så hemma bara hafa detta mjög stutt. Äpnafræðilegt ástand þekkt eða óþekkt? Det gott att veta. Ef avståndet þekkt, då har vi ákveðin grunn. Det ju vältar. Vi vet til dæmis hvort vatnslótið sé nálægt mörkum eða ekki. Og þá getum við metið áhrif út frá því. Ef avståndet óþekkt, då staðan önnur, som sagt. Då getum við ekki gengið út frá því að ástand sé gott. Ekki alltaf, minnstakosti. Ekki ef það nú þegar álag. Så vi þurfum að byggja mat okkar áhrif með fleiri og betri gögnum og almennt umfangsmeiri rannsóknir ef ástandið óþekkt. Rýrnun líka getur ástand orðið verri en slæmt. Við bara með gott efnafræðilegt og slæmt efnafræðilegt ástand. Svarið eiginlega bara já, ástand getur versnað, þó að það sé nú þegar slæmt. Så ef vatnslót í slæmu ástandi, þá má eiginlega álag ekki aukast, þannig að það fari enn lengra frá markmiðum sínum. Så þannig að ef flokkurinn breytist ekki úr slæmu í mjög slæmu sem ekki til, þá getur samt orðið nýgnun. Við vorum líka nú þegar að tala tímabundna rýrnun. Það ekki leyft, nema með undanþágu. Ég ætla ekki að tala svoleiðis. Ef við getum séð fyrir að áhrif valdi rýrnun, þá þarf að taka tillit til þess. Jafnvel þó að áhrifin geti gangið tilbaka. Það ekki nú að segja á sig afturkræf. Sérstaklega fyrir efnafræðilegt ástand þar við tala þrávirk efni sem safnast upp í lífverum og geta verið bara aftur í jafnvel 100 ár. Getum tala kannski meir þetta seinna. Ég bjó til lite dæmi hérna aftur. Som betur fer þetta ekki alvöru staður. Það verið ræðilegt. En við getum bara að taka þetta bara gegnum þetta dæmi. Hérna til dæmis urðunastaður som vil stækja starfsemina. Og det fælur í sér stærra svæði, vil taka móti miklu meira spillefnum og det vilja bæta við útrás í ána í miðjunni. Ja, ég heyrði þetta. Fyrsta spurningin var þá, hvaða fågelsefni kommer við sögja hérna? Det vilja taka spillefni og líka efni som geta myndast kanskje vid nederbrott. Ef det taka móti 100-200 000 ton, säger vi bara som dæmi. Spillefnum mjög erfitt að veta hvað sem í því. Næst viljum við vita bara geta orðið lósun. Já, það alltaf bæta við fráveitið þarna, út í ána, beint út í strömvatnið. Þá þetta okkar uppspretta. Sedan getum við skoða dreifingu. Vi segjum að áin sem með mikið rensli, þannig að efnið þynnast rætt. En dreifing ekki bara bein, som sagt. För det kanske efter hvaða áhrifamat við að gera, en kanske þurfum við líka að skoða höfnina. Vi segjum að við þurfum að flytja spillefni út úr landinu. Við þurfum að stækja höfnina líka. Og där kanske nú þegar TBT í setinu, som det þurfum að rífa upp. Grunnvatt líka. Vi segjum hérna eins og ég hörði að þjórnastaður í brekku. Vi segjum að grunnvatnið, að leki getur fara út í ána líka. Það óbeinlåsen.
som áhrif á efnafræðilegt ástand yfirborðsvatns. Síðan getum við metið styrk, reynd að minnsta kosti. Við segjum þá sem sagt að vegna mikils rennslis þá getur styrkur í vatni verið lágur. En þetta kannski lax á. Og við erum líka með umhverfisskadekröfur fyrir lífríki. Það getur verið efni sem safnast upp í fiskum. Það þarf að pæla í því líka. Svo þurfum við líka að taka tillit til hvað sem nú þegar í vatninu. Nýlósun bætist som sagt við það sem fyrir til dæmis frá Idnaði, eða fyrir neðan þarna, eða kannski frá þéttbýluna líka, hérna fyrir ofan. Getur lósunin frá Urðunarstaðnum haft áhrif á vatnsnotkun fyrir Idnað eða landbúnað. Það ekki beint kannski efnafræðilegt ástand, en það þarf líka að pæla í. Næst spyrjum við bara hvort efni getur farið yfir mörk, sem sagt. Kannski ekki í vatni sjálfu, en mögulega í lífríki. Ef við getum ekki útilokað það, þá þurfum við kannski að skoða þetta aðeins betur, annars erum við komið með vandamál. Þá getum við kannski ekki svara spurningunni. Hvort þetta getur valdið hnignun eða hvort markmið náist ekki. Og þá kemur spurningin hversu viss erum við. Þetta oft eitthvað sem mér finnst að koma upp í áramötum sem ég að skoða. Það erfitt að segja. Það ekki oft gert ráð fyrir áreiðanleika. En ef óvissan mikil, þá þurfum við yfirleitt betri gögn. Og að lokum þá getum við komið að niðurstöðu. Þetta í lagi? Þetta ekki í lagi? Það óvisst? En niðurstaðan kannski, þá vitum við ekki nóg. Þá ekki hægt að ganga út frá því að áhrif sé ásættanlegi, við vitum ekki. Þetta bara svona dæmi, maður getur tala um þetta mjög lengi. Ég ekki búin að nefna allt sem ég myndi vilja nefna. En ef við draga þetta saman bara, þá efnafræðilegt ástand, það snýst eitt bara, styrk miðað við mörk. Eitt efni getur ráðið niðurstöðunni, þó að það sé 45 forgangsefni. Má ekki valda hnignun hvorki tímabundið né varanlega. Og ef við erum ekki viss, þá þurfum við að vera varfærnir. Takk fyrir mig.